Þá ætlum við aðeins að skoða fyrsta kaflan í Náttúrulega 2, en hann heitir Lífverur vaxa víða. Þessi kafli hann fjallar plöntur. Plöntur eru lífverur sem hafa ákveðin einkenni. Og það sem einkennir plöntur er að þær hafa laufblöð. Laufblöðin gegn ákveðnu hlutverki, það er aðalega að fanga sólarljós til þess að plantan geti stundað það sem við kallað ljóstillífun. Síðan eru þetta blómin. Það eru flestar plöntur með einhvers konar blóm, ekki allar. Það er ekki allar plöntur með blóm. En blómin er ekkert alltaf mjög litrík eða mjög áberandi þó þau séu það vissulega stundum. Og síðan eru það ræturnar. Það er ekki allar plöntur með rætur en langflestar, allar í raun nema mosi. Og ræturnar gegna því hlutverki að halda plöntunni fastri og taka upp vatn og steinefni og fleira. Mosi eru einföldustu plöntunar. Það eru til margar tegundir af mosa, til dæmis yfir 600 tegundir af mosa á Íslandi, þó að margar séu nú líkar svona sérstaklega úr fjarlægð. En mosi er öðruvísi planta en aðrar plöntur. Því að mosi er ekki með rætur. Mosi er með eitthvað sem heita rættlingar, sem heldur plöntunni fastri, en tekur ekki upp vatn eða neitt. Er í raun bara festing. Rætur í öðrum plöntum taka upp vatn og steinefni og fleira. Mosi er heldur ekki með blóm, heldur fjölgar sér með gróum, býr til pínulítil svona dökkhott sem eru svo lítil við sjáum þau ekki. Og þau lenda eitthvað staðar á góðum stað, þá getur vaxið upp nýr mosi. Plöntur eru heldur ekki með æðar. Það er að segja, geta ekki flutt vatn frá einum staði í mosanum yfir á annan stað, geta ekki flutt næringarefni og þess vegna verða mosar mjög litlir. Þeir geta aldrei vaxið orðið mjög stórir. Vissulega getur svona mosabreiða í hrauni orðið ansið þykk, en þá er í raun dauður mosi undir. Það er ekki nema efsta lagið sem er í raun lifandi mosi. Þannig að mosar eru áhugaverðir, en við höfum svo eftir að tala aðrar plöntur sem eru flóknari heldur en mosin. Það sem gerir plöntur frábrugðnar flestum öðrum lífverum, og reyndar þetta á við þörung og einstaka frumdýr líka, en þetta er eitthvað sem við dýrin getum alls ekki. Og það er að stunda eitthvað sem heitir ljóstillífun. Í frumum plantna eru græn korn. Hérna er smásjármynd af laufblæði og hérna sjáum við þessi korn. Þau eru ekkert alltaf svona greinileg í smásjá. En þetta er það sem gerir allar plöntur grænar að lit. Það eru þessi grænu korn. Og í þessum grænu kornum er efni sem heitir blaðgræna sem getur drukkið í sig orku frá sólinni. Nota þessa orku til að búa til sykur úr vatni og koltvíoxíði. Búið til sykur, næringu, orku úr efnum sem við getum ekkert nota. Og þessi sykur verður svo grunnurinn að allri orku hjá öllum dýrum og öllum lífverum á jörðinni. Þetta gerist í þessum grænu kornum. Að geta ljóstillífað, að geta gert þetta, búa til sína eigin orku, búa til sína eigin fæðu eins og plönturnar gera, er kallað að vera frumbjarga. Þær geta bjarga sér sjálfar. Lífverur sem eru ekki frumbjarga eins og dýrin og við erum dýr, að þær eru talað þær séu ófrumbjarga, það er að segja ekki frumbjarga. Og þær búa til sína eigin fæðu sjálfar. Það er að segja plönturnar. Bruni er síðan ferlið þegar að við nýtum orkuna úr þessum sykri eða úr því sem að sykurinn var notaður til að búa til. Allar lífverur stunda bruna, þar að segja þær þurfa einhverja orku, líka plöntur. En plönturnar búa yfirleitt til meiri sykur en þær þurfa og sykurinn er geymdur bara í að plantan stækkar. Þannig að þegar við borðum eitthvað sem inniheldur orku, þá kemur svo orka á einn eða annan hátt frá þessum plöntum. Annarkvort erum við að borða plöntur eða eitthvað frá plöntum, eða eitthvað frá dýrum sem átu plönturnar, eða dýrum sem átu dýr sem átu plönturnar. Þetta endar alltaf á plöntunum á endanum. Þannig að brunin, hann fer fram í frumum allra lífvera. Og það er bara það ferli til þess að vinna og fá orku úr fæðunni. Til þess að þetta geti gerst þarf súrefni. Það er hægt að stunda smá bruna án súrefnis, en þá fara að myndast alls konar eiturefni þegar við erum að hlaupa og verðum þung og stíf, þá er súrefni búið.
og þá fer líkaminn að búa til efni sem gera okkur svona, og við getum þetta bara mjög stutt. En almennt þarf súrefni til þess að bruni geti farið fram, þannig að lífverur þurfa súrefni. Plönturnar búa hins vegar til súrefni með ljóstillífuninni, því að það verður til sykur hérna en líka súrefni. Og plönturnar nota þetta súrefni til þess að brenna sykri, þær nota bara brota þess að nota, þær hleypa restin út í andrúmsloftið og það er súrefni sem við öndum á okkur til þess að geta lifað. Þannig að plöntur eru ekki bara nauðsynlegar til þess að búa til orku fyrir okkur, heldur líka til þess að búa til súrefni fyrir okkur. Ef við skoðum þetta aðeins, þá er ljóstillífun að plantan tekur koltvíoxíð og vatn og orku frá sólinni. Ástæðan fyrir því að orka frá sólinni er ekki nefnd hér, er að það er ekki efni, það er orka. Hér erum við að tala um efnin sem þarf. Koltvíoxíð sem er bara loft sem við öndum frá okkur og vatn, þið veit ekki hvað það er. Blöndum því saman í grænukornum með orku frá sólinni, þá verður til sykur og súrefni sem að plantan hleypir bara út að mestu leyti. Þegar að lífverur eins og við fara að brenna svo þessum sykri, þá þarf súrefni, en þá verður til koltvíoxíð og vatn. Og hvað gerum við þetta koltvíoxíð? Jú, við öndum því frá okkur. Þannig ef við förum að hugsa, er þetta ekki hringrás? Er þetta ekki það sama nema bara í öfugri röð? Og við getum horft á þetta svona, sjáðu, við getum horft á þetta svona. Í ljóstillífuninni verður til súrefni, það fer út í andrúmsloftið, dýrin anda því að sér, þau anda svo frá sér koltvíoxíði sem plönturnar taka inn aftur. Þessi tvö efni fari í hring. Þannig að ef annað myndi hætta, þá myndi þessi hringrás bila, þá myndi hún ekki virka. Þannig að ljóstillífun er nauðsynleg líf á jörðinni, en það er bruni líka, því að þetta hjálpast allt að.